Eh, Já, góðan daginn og verið velkomin í staðan. Góðan dag. Velkomin. Já. Já, Við erum víst ekki hérna með Oddný eins og við lofum síðast. Því miður. Hún þarf alltaf að fara í nám. Já, þetta eru Nei, þannig tímar núna. Það er komið síðast var hún að prófvika og... Síðast var hann að fara í barnaafmæli eða eitthvað. Já, ammali á systur sinni held ég. Já. Já, og núna en, bara námið, hefur við. Já. já, Hvað þá erum við námið, að gera? hvað erum við að gera? Já, það er að koma að loka próf. Já, þetta er Svo við erum að væpa hérna og við erum aðeins að gefa content fyrir fólki sem er alveg að deyja úr bara svona þunglindum út af þessum lokaprófum. Ég meina, Sindri, ég veit ekki alveg hvað við erum að gera. Við höfum eiginlega bara átt að henda þessu á fyrsta bekkin. Ég meina, með það að við, 5 próf í starffræði, 3 eða 4 í efnafræði og skila vinnubókum og hellinga einhverju drasli, sko. Já, eitthvað nógadóti, já. Já, Þetta falla boys. En já, Bókstaflega öfugt við það sem ég var að segja, en já. Þetta reddast og þú sama anda segir, já, falla boys. falla boys. Já, við megum taka með okkur eitt fall. Þetta reddast. Þetta reddast. Þetta reddast Já, að Ég er að fara að falla í einu. Hverju? segja okkur. Það er held ég íslenskan, sko. Akkurri? Íslensku, Íslenskan. Já, ok. Akkur þú var að falla í íslenskunni? Ég er svo glataður í íslensku. Ég hef aldrei fengið eitthvað svakalega, þú veist, bara einhvern veginn svona skemmtilegan sögutráð eða eitthvað skemmtilegt í íslensku. Þú ert í gylfakynningu? Já, ég þoli það ekki. Mér finnst ekkert skemmtilegt við það. Þetta er bara norræn goðafræði. Nema, ég elskaði þegar það var hérna, skal ég segja Sölva eitthvað. Sölva saga. Já, Sjálfa að segja. það var sem skemmtilegt, út af það var, þú veist, það var nútíma, ekkert eitthvað eldgamalt sem við þurfum aldrei að nota í framtíðinu eitthvað. Já, það er skemmtilega og 2 áfanga En þú eftir í fortíma, sko. Já, það er máli, sko, eins og þið sjáðu Finnland, þeir eru búin að breyta, þeir bara búið til nýja, hérna, svona skólaskrá, að meðan öll hín löndin í heiminum eru ennþá með gamla pakkan. Já, Bara hvað á Já. að gera. Það er svona máli sem ég er svona, ok. það getur verið frekar einhæft, sko. Bjarni, Þú veist, þú veist, ég var alltaf í grunnskóla, þú veist, ég fór yfir, hérna, ég var í, hvað heitir þetta, Njálu. Já, já, Ég las bókina þar og eitthvað og var að sýna eitthvað. Og Já, þú veist, ég- síðan já, fullt af alveg. svona gömlu. já, verður Þið- fegin þið að því að lesið næsti áfangi hjá þér er Njála, sko. já. Byrðu Bjarni, þannig að þið á Kolsvilli, hvað lesið upp Njálu á hverju ári eða eitthvað? Bjarni, Ha? Eins og Njálu? Já. Í Hverju ári? grunnskóla? Já, Nei, við vorum bara að lesa það í 10. bekk. það, já, nei, er ekki svona upplestur á Kolsvilli? Jú, en það var bara í 10. bekk, sko. Já, en Já. þú veist, það er ekki hver árgangur að gera. Jú, en þú veist, ég held að þú varst að spyrja hvort maður átt að byrja, þú veist, í 7. bekk alltaf að lesa Njálu. Til eitthvað, þú veist, til 10. Nei. bekk eða eitthvað. Djöfull var Nei, það við- leiðilegt, maður. við, Nei, já, en við höfum eitthvað 2 mánuði eða 3 mánuði og lesa heila Njálu eitthvað og þú veist, ég get ekki, þú veist, var það lesið og ég átti að lesa þetta og þetta er bara svo mikið bull. Gera eitthvað, þú veist, bara koma, ég get valla lesið og þú veist, og ég var að lesa þetta bara á 2 mánuðum, bara nei takk. Já, já, ertu fegin og fattu það, sko. hún ætlar held ég að hætta við sjálfstætt fólk, sko. Við vorum að lesa hana núna, sko. Já, Það er ein leiðileg bók, sko. þú veist, ég elskaði Við það að áttum- þau við áttum settu bara ritgerðina, hérna, ritgerðin í eina ritgerð, heldur en ritgerð í sögu og ritgerð í íslensku. Það var algjört bull. Gerðu þið Miklu ekki betra. sameiginlega ritgerð? Jú, við gerum sameiginlega ritgerð, það er akkurat geggjað. Já, við þurftum að gera sitt hvora ritgerðina, það er ekkert Ég mál. veit að það er bull. Nei, Heyrði, Já, Já. mér finnst það, alltaf mér finnst það, að bulla á allt.
Nei, þú veist, fyrir, þú veist, suma sem eru kannski ekkert bara eitthvað góðir með þetta að gera. Þú veist, ég er mjög góður með svona að finna hluti og skrifa niður. Mjög góður, en ég kannski kann ekki stafsetningu á það. En sumir eru bara ekki góðir að leita hlutum á netinu. Já. Þú veist. En hvað var þessi ritgerð mig? Hún var sameiginleg íslensku og... Þetta var hérna, við áttum að velja úr, þú veist, svona pott, Já. hvað við áttum að hafa, eins og kannski SS og Suðurlandi, síðan Sláturfélagið, Sjálfstæðisflokkurinn, Framsóknarflokkurinn. Og þú veist, Já, fullt af var einhverjum það þá bara íslensk menningarsaga? Já. Já, ok. Það er cool. Og þetta var mjög bara, já, þetta var mjög svona skipulagt og næs. Já. Ég, eins og segi, ég elska bara, þú veist, öll fögin hvernig eru sett upp, nema bara ég er ekkert góður í íslensku og þetta er svolítið erfitt fyrir mig, þetta er svolítið svona... Já, svona þín veika hlið. Já, akkurat. Já, skilði. Já. Ég veit samt ekki með ykkur strákar, Já. en það er komin freka mikill sumarfílingur í mig. Já. Já, líka ég. Jesus. Ég er hérna horfandi út úr gluggann minn. Já. Já, ég er horfandi út úr gluggann klukkan, hvað, 7:30. Það er 10 gráður, logn og sól úti. Sama hér maður. Og við sitjum hérna inni að gera podcast. Næst En sitjum við úti. þú veist, ef við fyrir út, þá er það bara, þú veist, brennum eiginlega, við erum ekki vanir þessu, sko. Þið vissu að, já, þú veist, það er grænt hér hjá mér, sko, það er alveg, við erum að fara að slá eftir viku, held ég var að móður mín að segja. Eftir viku, svona snemma. Wow, Já, Nei, þetta er, Ég veit ekki þetta búskap. þetta er, það er greinilegt. ekki mjög mikið. En Já, eins og ég segi, þetta er, ég held, hefur aldrei verið svona gott viður á sumardeginu fyrsta. Bara síðustu 5 ár hefur verið rigning eða... nei, ekki fyrra. Jú, það var. Eða? Það var ekki gott viður á sumardeginu fyrsta, eða? Ekki svona Það var gott veður. alltaf rugglað við síðasta sumar. Já, síðast sumar, en sumardeginu fyrsta, sko. Já, ég man þetta ekki, sko. Ég held að það var bara... Já, ég held að þetta er í fyrsta sinn bara sem ég muni eftir mér sjálfum að það var svona gott viður á sumardeginu fyrsta. Ég er samt eiginlega bara svona byrjað að telja niður dagana í viðburði, sko. Já, það. Eða má halda það er að segja. Mm. Það fyrsta er Bubba, sko. Já, nákvæmlega. Shit, hvað ég er spenntur í Bubbu. Bubba, sko. Ef við að ræða þetta. Hérna, sko, eins og er núna, Já. þá út af því að samgöngubanni verður, ég virkilega vona það og ég er sannfærður um að það verði allavega hluta til aflétt á 4. maí. Væri Já. algjör bömmur ef þau myndu breyta því. En eins og er núna þá eigum við að geta haldið það. Ef ekki aðeins seinna, eins og þá höfum myndi að halda síðustu vikunni í júlí í staðinn fyrir 1. Já. Já. En ég meina Og- það skiptir samt ekki neinu litlu máli, þú veist, það er ennþá, þú veist, ef sumarið verður jafn gott á í fyrra, Ég meina, Ég þetta meina- eru 2 vikur, já. Bjarni, mættur á Bubbu í fyrra? Neip, mér var ekki boðið. Æi, dýðlorkinu, þetta var örugglega besta Bubban í mörg ár. Þetta er eina bubban sem hefur farið á, Einar. Nei, ég er bara að tala upp á veðrið að gera, sko. Ég meina, árið á undan, þá var grenjandi rigning, Já. Já, en síðast, Sindri, manstu ekki eftir að 22 stiga hiti allan daginn. jú, ég kófsveittur og með brunku, nei, hérna, bóndabrunku sem endist, þú veist, út í desember, bara á Bubbu, eiginlega. Og Kristján var með bóndabrunku sem endist út í nóvember. Ég Og man hann samt vann í einmitt, SS. Hann vann í SS og var í kjallaranum, þannig að þetta var eiginlega eina skipti sem hann fór út í sumar. Og það var greinileg lína á handleggjunum hans sem endist í marga mánuði. Kristján tekur líka alveg rosalega á sig lit, sko. Já, það. Stallar í búr, sko. Það- Ég man Það er- samt einmitt eftir á Bubbu, sko.
þá það var svo ógeðslegt ef þú varst ekki ef þú varst í tjaldi, sko. Já, Þú veist, ég svaf úti báða dagana af því mér var svo heitt. ha? Já, Úti? ég bara dró innsæk út úr tjaldinu mínu og svaf úti. Vá. En sko, ég elskaði síðan sumar út af því að það var eiginlega engin rigning. Já, Það það voru var 2 bara- rigningardagar. Já, það var eiginlega bara sól og það lét sko sláttinn út að ég var að vinna heima og slátturinn heima og bara rúlla og rúlluna voru bara mjög fáar út af því að það var engin rigning Já. eiginlega. Ó, Já, Og það var bara, ég elskaði, þetta var bara svona þetta var besta tímabil, eða besta sumar sem ég upplefði hérna heima út af því ég þurfti að fara á þetta tún að bara binda 50 rúllur á hverju stykki heldur en 150, þú veist. mhm. Þannig að ég vona að þetta sumar verður nákvæmlega eins og fyrra. Þú veist, 3 rigningadagar. Eða eitthvað ég væri svo ruglað til í það, maður. Já. Það verður geggjað. En þú veist, það- já, það er engin 3 mengun rigningar- eiginlega núna. Nei, nákvæmlega. Það 3 rigningadagar, það er Já. svona nákvæmlega öfugt við það sem var, hvað var það, fyrir 2 Já, já, árum, þar sem það já, voru var ekki, já, 3 dagar án rigningar. Já, shit, það var svo leiðilegt sumar. Það var mestu, við höfum aldrei fengið jafn mikið á rúllum þá. Það er sko, það er ekkert máli. Maður finnst þetta svolítið skrítið, maður heldur að sólinn gerir svolítið mikið að þú veist, fyrir grasi sko sjálft. En það var reyndar heitt sumar. Það var mjög Já, heitt. það var alveg Mikið- hlýtt, en Já, mjög hlýtt. Já, sko, þetta var ekki hlýtt hjá mér. Ég var að vinna úti, í Garðyrkjustöð. Þannig, já, það var bara hræðilegt. já, ég var rosalega fegin að vera með innivinnu þá, sko, Hvar varstu að vinna þá? Sjellunni. Já, Síðan, sko, síðan vill maður ekki sko of mikið sól og of heitt sko ef maður er að vinna úti, þú veist, svolítið mikið, þú veist, ef maður er að hreyfa sig mjög mikið úti, Mhm. þá vill maður ekki of mikið sól og þú veist, of heitt, þá er maður bara deyjur hita. Það er þetta rétt. Maður vill bara enga sól, logn og Já, ég hiti. skil. Já, það er best. í vinnu allavega, sko. Já, akkurat. Síðan maður komin úr vinnunni, leggst niður, þá má sólinn koma. Það er þetta rétt. Ég satt alveg, sko, ef sumari heldur svona áfram, eins og það er enda snjór upp í fjalli, en Það, já. ef þetta heldur svona áfram, þá er ég ruglað að peppa alla ferðir, sko, sem maður er að fara í. Já, Já. Þú veist, kíkja hringinn í kringu landi eða eitthvað svoleiðis. akkurat. Það er ég ruglað að gera það í sumar. Það er bara, já, vonum bara að kórónan bara stoppar og Já. fólk ekki fara og snemma út. Það er fáránlegt. Já, Shit, ég var á Selfossi um daginn og ég var eitthvað á rúntinum, bara með félögum mínum og þú veist, jú, það er svona þannig séð gráðsvæði. En maður var að sjá eins og þú veist fyrir utan matsölustæði og ísbúður og eitthvað svoleiðis. Það var 20-30 manns inn í búðinni. já, það, já. Já, ok. Þú veist, þetta var fáránlegt. Ég meina, mikið leiðilegt að nota orðið Já. heimskur, en hversu heimskur þarf það að vera til að, þú veist, það er ennþá 20 manna samkoman. Mhm. Og þú ert bara að skjóta Íslendinga í fótinn með að gera það. Akkurat. Akkurlega, já. Ég meina, hugsaðir ekki að Ólafur Ragnar Grímsson gæti dáið. Hann er svo gamall. Já. Hugsaðir að hann myndi falla frá. Það væri þjóðarsorg. Það er, já, nákvæmlega. En heyrðu, Já. talandum íslenskt, eitthvað sem er bara alíslenskt. Hafið þið heyrt eitthvað hérna póstinn? Íslenska Nei. póstinn. Og hérna sögur af honum. Þannig svona, ok, hver eru ykkar fyrstu svona, hver er ykkar hugmynd af póstinum? Þú veist, góður, Drasl. slæmur? Já, nákvæmlega. Þetta er mesta rusl sem ég veit um.
Já. Eða þú veist, ok, maður segir kannski ekki alveg rusl, en ég hef alveg lent í vandamáli með þig. Já, já, líka mjög margir sem veldur því, sko, að Facebook síða póstsins er sko gullnáma af fáralega fyndnum sögum og bara, þú veist, ummælin eða reviewin af þessu eru svo, maður þarf ekki einu svona að skreita þetta, þau eru bara fáralega fyndin eins og þau eru og fólki er bara að vera hreinskilið. Þú veist, ofan á það, já, gjör svo vel. Nei, halda áfram, sko. Já, ok. Þannig að ofan á það, það lægsta review sem maður getur fengið er 1, þannig 1 af 5. Pósturinn er með 1,3 sem er alveg á botninum, sko. Yfir hversu mörgur reviews? Býttu nú við. 12.000. 12.000? Já. Shit, maður. Og ég fann nokkur sem mér fannst fáralega fyndin. Hvað með það? Þannig að eitt er frá einhverjum eitthvað á ensku hérna. The customer service was crazy. I called and I said I want to report a missing item and she said goodbye and dropped the call. I called them again and she said hello and goodbye. Þau hringja þangað og þetta er örugglega ekki alveg nákvæmlega satt en Hann hljóta að hafa verið einhver orð á milli en basically hversu leiðileg þarf þetta að vera í svona starfi til að segja bara bless og skella? Já. Það er líka eitthvað sem segir að það er ódýrara og fljótara að fá pakka sendan umhverfis jörðina með erlendur póstþjónustum heldur en innanlands pósturinn. Það getur tekið pakka rúmlega viku að berast frá Reykjavíkur til Hveragerðis. Það er svo satt. Já, það er að finna sem veit það, sko. Einhver Líney segir væri örugglega skilvirkara og öruggara að notast við bréfadúfu en einhver. Og þetta er ekkert skreitt, þú veist, ég bara lesa þetta eins og þetta er. Já, svo býttu nú við. Hérna örugglega uppáhaldi hjá mér. Þetta er örlítið langt. Þetta er besta sagan hafa örugglega. Djöfull andskoti er ég brjáluð og miður mín. Ég sendi skáp sem ég smíðaði alla leið til Hvammstanga. Keypti rándýrar tryggingar undir kassan og setti brothætt miða á alla fleti. Ég talaði sérstaklega að þetta væri mjög brothætt, í stórum stöðum mjög, og það þyrfti að passa þetta. Já, þetta er pottitt skilið og verið farið með öllu vel með þetta. Já. Skápurinn skilaði sér mölbrotinn til kaupanda í morgun. Þetta grínast. Hvað, er þetta í alveg bara satt? Ég er virkilega vonað að þetta er fucking myndið. Þetta er samt eins og þú veist, flugvellir eru líka svona. Já. Þú veist, með farangur. Djöfull var ég pirraður einu sinni. Ég var að fara til útlanda fyrir svona 5 árum eða eitthvað. Og það var grenjandi rigning. Alveg bara ógeðslegt viður. Og þið hafið séð, þetta eru svona kerrur sem er bara að negla öllu á. Já. Og sko, ok, ég sat þarna, þú veist, á Keflavíkurflugvelli. Og það er svona barstólar við gluggann, þannig að þú sérði yfir allan völlinn. Þú veist, þau ert í fríefni. Og ég sat þar eitthvað og síðan sé ég svona kerru, bara út í rigningunni. Ég eitthvað, hvað hálfviti ég skildi þetta eftir þarna. Síðan sé ég, nei, heyri, er þetta ekki fucking taska mín? Og þarna situr taska mín efst í 2 tíma í rigningunni. Og bara ekkert gert í. Ég ert að sitja þarna og horfa á töskunum mína í 2 tíma. Þá til að það drulluðist að hendinni í vilna. Æ, Jesus.
Já, Já. íslenskt, já, íslensk fyrirtæki eru stundum svolítið, byrju, hvar var þetta aftur? Hvað? Þessi saga, sem þú varst að segja. Hvar Keflavíkur. gerðist þetta? Já, auðvitað. Já. Já, Þetta sko, þetta kemur fyrir á Vesturbæjum samt en shit, það pyrrar hana Já. svo mikið. já. En á póstinum, hjá póstinum, þá gerist þetta greinilega alltaf, eða mjög, mjög oft. Þannig, já. Ég En meina heyrðu, með ef við. Já, miðað við, sko. Eigum við að taka stutta pásu í smá stund. Koma Já, aftur. hendur mig innan pásum. Hæ. Já, vorum mættir aftur. Æ, Við vorum að pæla í að skella beint í hvort myndir frekar spurningar, sko. Og ég með alveg nokkra góður í dag, sko. ok, Já. skóttu. Við ætlum að velta nokkur steinum, sko. Á sæl. Ok. Ok. Hvort myndið þið frekar missa heyrnina Ó. eða missa sjónina? Missa sjónina, ég gæti ekki lifa án tónlist. Já, Bjarni, Úff. þú sérð ekki neitt. Mér er alveg sama, ég get hlusta. Ég verð að hlusta. Ok. Ég verð að segja, Ég get ekki. Ég get það ekki. ég verð að segja að missa hirnina, því, sko. Já. Þú veist, ég gæti, Bara, já. já, Ég gæti ekki líka bara, ég gæti ekki hugsað að læra bara eitthvað, þú veist, tákn. Nýtt tákn. Það er erfitt. Bíddu, Nei, það er ég það sé. sem gerist þegar þú ert blindur. Nei, já. Já. Nei, ef ég er blindur og heyri, Já. þá þarf ég ekkert að nota tákn. Þá get ég ennþá heyrt og tala. Þú veist, hann verður ekki málulegs ef hann er blindur. Bíddu, tákn. Ég væri blindur en ég þarf ekki að nota þá tákn. Út af ef þú Myrðu, táknmál. missa heyrnina, það ekki? Já, táknmál. Já, Já, þú þarft ok, að nota já. Ég held að myndir, blindraleitur. Já, nei. En herri, ég bjóst reynda við að þið myndi vera eitthvað að rífast í þessu. Skýtur Já. ykkur. Myndið þið vinna í lottóinu og segjum bara að þetta sé íslenska lottói, það er svona oftast 20 og 24 milljónir. Eða myndið þið tvöfalda lífstímaðinn? Lottóið. Tvöfald að lífstífum minn, það er tvöfald líklega að ég vinn í lottóinu þá. Já, en hverju eru svona þú þegar líkunar á að vinna í lottóinu? Skuggalega litlar. Já. En síðan náttúrulega sko, þú veist, ef þú myndið tvöfalda lífstímaðinn, myndið, þú veist, þá myndi bara þú veist, enginn í kringu þig. Já, Þannig að þú veist, ef þú myndir eignast barn sem bara 30 og þú myndir nú þegar lifa til 70, þá þegar Sorry. barnið er fertugt, þá áttu tvöfald eftir. Mhm. Þá áttu 70 ára eftir. Þú veist, já, og þú mynd bara sjá börnin fara. Já, Nei, kannski ekki. já, kannski ekki, en Ef þú eignast þau mjög seint, þá... ég meina ef ég er, segjum, jafnvel 40 ára og eignast krakka og krakkinn deyr þegar hann er, ég veit ekki, 80, það þýðir þegar krakki minn deyr, þegar hann er orðinn frekar gamall, En þá þú er veist, ég ennþá 20 ára eftir að lífi minni. pældi bara lífið, þú mynd missa öll systkinin og bara geðveikt mikið frá þér. Og síðan líka, eða þú veist, ég er að spáði, myndu þegar þú ert orðinn 100 ára einar, verður gamall eða verður þú veist eins og 50 ára? þú veist, þú myndir bara eldast tvöfald hægar, fattar mig. Þannig að þegar þú ert Já, Ok. 140 ára, þá ertu eins og þú sett 70. Ok. En þegar þú ert 40 ára, þá ertu eins og 20. Ok.
Vá. Ég myndi Það er þetta svolítið lifa geggjað, lengur. sko. En, já, jú, ok, lengja lífstíman. Það verður geggjað. Ég myndi taka lottó og bara bang out, sko. Já. Ég meina, 24 millur alveg 24 millur í massan, sko. Já, það er þetta. Hvað segir þú, Sindri? Ég ætla ennþá að lifa lengur. Ég er bara Ok. of spenntur fyrir framtíðinni einhvern veginn. Bara öllu sem mun gerast. Skilur, Já, mig langar reyndar. ekkert að Svo hún missa- að mig vera langar eftir ekkert að 100 ár. missa á því. Nei, segðu. Alla Ég- framfæri sem verða á eftir okkar kynslu. Já. Það er enda góð pæling, sko. Kannski verður bara eitthvað, þú verður bara eitthvað, djúðlinn, það verður kannski bara World War 3 eða eitthvað. Já, eftir 200 ára eða eitthvað, eða 150 ára. Já. Já, ok, hendum okkur næstu. Já. Þetta er eitthvað frekar controversial. Myndið þið tala öll tungumál? Eða myndið þið tala við dýr? Dýr. Tala öll tungumál. Ég myndi segja öll tungumál. Dýr. Þá þarf ég ekki að vera stungin af bíflugu eða eitthvað og það myndi ég bara að vera vinur þeirra. En hvað ef hún er bara fuckað? Ég hef dreymt að vera vinur bíflugu, það er svo cool. En ef hún væri bara skítið, ég vil ekki vera á einu þinn. Come on. Það myndi ég vera vinur, geitungana eða eitthvað. Já, Þeir veistu, væru ég er reyndar- brjálæðir. ég er reyndar að íhuga já, tala við dýr. Það er geggjað, sko. Það er svo epic. Ég meina, þú þyrftir ekkert að ég meina, bíflugan myndi aldrei Þau tala við stinga öll dýr í heiminu, öll. Öll dýr. þig. Hvar eru takmarkin? Það er ekki takmark. Þannig ég er bara að tala við bakteríunar. Já, bakteri, ég var að segja það. Ég get talað við bakteri, ég er bara, nei, En ekki þú veist- koma. Stopp, þú ert dýr, ég get talað þig. Ok, þú veist, segjum dýr sem við getum séð með berum Ok. augum. Ok. Ok, geggjað. Ég myndi samt taka tungumáli, sko. Æ, Af vá hvað það er pirrandi alltaf að hlusta á fuglana úti, bara syngja á mínu máli, sant? Já. Vá, æ, Og svo verður að íhuga líka. Það þýðir ekkert endilega að dýrin verði eitthvað gáfaðri. Nákvæmlega, þannig að þú gæti verið að tala við, þú veist, hvað hundur með gáfu og 4 ára barn eða eitthvað. Er Það það? er miklu minna, er það ekki? Ég man Nei, ekki, er það? hundur með Nei, varla. alveg Nei, einhverja góð, Nei. Það er- ég man það er ekki ég að segja. töluna, sko. What? Það er ég að segja. Þú veist, sumi hundar eru bara, mér finnst þeir bara sumi sniðugir, bara sniðar en ég. Eins og bara reka bara kindur og það. En já, Þeir eru betra að hlýða, sko, skal ég segja, mömmunu og pappa heldur en ég, sko. Þannig að það er eitthvað í því. já, þú veist, það er náttúrulega pælingin, þú veist, hvað ef dýri er bara nautheimst? Já, eins og kettir, margir. Já. Eru Ég bara, meina, þá getur ennþá talað við já, mannesku. þeir verða bara brjálaðir, þú veist, eru þeir ekki alltaf eitthvað pirraðir? Kannski ekki allir. Geta alltaf. Bíddu, Ok, Einar, höldum áfram. Já, hvað Einar. sér? Hérna, þú segir að maður getur talað við dýr, þá meinarðu Mm. öll dýr Já, Þá sem myndi þú ég getur ekki séð. breytast í veg. Og svo er hinn valmöguleikin að tala öll tungumál. já. Af því að manneskjur eru dýr, þýðir það ekki að þú myndir sjálfkrafa geta að tala við allar manneskjuna. Nei, Já, ok, þú getur talað um mannesku en það þýðir ekki að hann skilji þig. Já, ég get líka að tala við orm, þýðir ekkert að hann Nei. skilur mig. Já, en þú veist, við erum ekki að tala þannig allavega þannig, við erum að, Já, við erum þú að veist. þessi leik, sko. Ok, já. Já, ok. En, sko, dýr, ég geti, þú veist, að við taka öll tungumál, það er eitthvað fínt, en ég geti verið frægur og bara, þú veist, fyrir að tala við dýr, sko. Það er alveg svakalega. Já. Það var alveg skemmtilegt en Já. En síðan myndur þú kannski bara eitthvað, þú veist, já, ég myndi örugglega breytast í vegan. Ég myndi vera að tala við bara vini mína, actually. En, Já. já. Við ætlum að fara með það svo langt allavega. þú veist, hundurinn er bestu vinur mannsins, sko. Já, segir. En allavega,
Hvort myndu þið frekar, eða ári í fangelsi, eða fast forvarda heilt ár? Fast forward að heilt ár. Þú veist, nei, ég að tala þannig að þið bara skipið heilu ári. Þú veist, muni ekkert eftir því. Og það bara Skipa heilt ár ári. áfram. Skipa heila ári. Ég ekki að fara að nenna að vera í fangelsi. Þetta versta. Þú veist, síðan ég fættist þá bara versta martröðum mín að fara í fangelsi. Ég bara út að horfa myndir og það. Þannig að já, ég myndi skip forward. Ég geti það ekki. Erfitt. Það ekkert erfitt fyrir mig út að þú veist, hversu væri það erfitt? Þú skipar og síðan bara, þú veist ekkert hvað gerðist þetta ár. Og þeir bara eiginlega alveg sama. Þú veist ekkert hvað gerðist. Já, en þú veist, þá maður... En í staðinn allir, já, gerðu svo vel. Já, þú veist, í mínu tilfelli og Sindra tilfelli, þú veist, þá myndum við skipa bara alveg síðast árinu á Laugarvatni. Til dæmis. Og líka það að allir í kringum þig munum Og ertu að tala um að þá þarf ég að taka aftur back-in aftur? Nei, alls ekki. Ég að tala bara, þú veist, Skip forward. bara, þú veist, ár fram í tíman, fattar mig, bara frá þessum tímapunkti, þú veist, þú bara birtist þar. Já. Og maður Alveg ekki sama hvað gerist. stað. Já. Þetta Þetta er bara eins og að fara að sofa. Þú veist, en þetta er bara eins og að sofa. Einhver vinir að fara að djamma og þú veist eitthvað, ég kemst ekki og sofnar. Og Já. síðan vaknar og þú veist bara eitthvað, ég misti geðið mikið af, en þú veist, mér er eiginlega alveg sama. Þú veist, þetta er þannig, finnst mér einhvern veginn. Þetta verður þannig. Maður svona sofnar og síðan vaknar aftur og maður svona, þú veist, ég fór allan ekki í fangelsi. En svo gerðurðu kannski eitthvað í millitíðinni sem aðrir muna eftir en ekki þú. Já, þú veist, það gæti alveg verið kannski. Já. Þú veist, það myndi vera svo. Mjög líklegt. Allir aðrir myndi muna hvað gerðist, ekki þú. Þú myndir ekki vakna. Úff. En já, en þú veist, En talandi svona skipa, Já. þú Já, veist, myndi við vera með, þú veist, ef mætti velja, að geta stoppað tíman, eða farið aftur í tíman og þú veist, endurgert hluti. Ég vil aldrei gera eitthvað, endurgera eitthvað. Þú veist, það er bara, þannig er ég. Ég er ég út af því. Þú veist, ég Já. ætla ekki að breyta því og ég er bara ánægð með sjálfur mig hver ég er. Þannig að ég vil frekar stoppa því. Það er healthy. Ég myndi frekar stoppa tíman, já. Já, ég held að ég myndi stoppa tíman. Og þú veist, eins og mistök, þú veist, come on. Maður læra mistök, þetta er svona elsta bara svona hefðin í heiminu. Getur maður fært sig þegar maður stoppa tíman? Já. Ok, bara ekki að stoppa tíma, bara ekki, jæja, ég er fastur. Ég meina, lendi í Já, bílslýsi. bílslýsi, en Já, þú getur ekki fært þig, þú er bara ekki, jæja, ég er að fara að lenda í bílslýsi og ég er að byrja aftur. Já. Ok, kannski ef þú ert að fara að lenda í bílslýsi, þá er svona, veistu hvað þú ert að fara að gera næst. En Já, hversu lengi getur maður að stoppa? 10 mínútur? bara eins lengi og vill. Ó, ok, já. Þannig að bara Og svona þú einu kyrr. sinni, svona one click. Og Já, maður þetta er bara svona, kyrr, eða? bara alveg kyrrð, bara stopp. Já, ég myndi gera það. Stoppa frekar. Já, ég líka. Það var reynda sjúkt. Mhm. Já, allavega. Myndið þið fá get out of jail free card, Í kart, ok? eins og í Monopoly, Ok. eða masterlíkil á öllu. Allt er lykil, þannig að þú getur bara að opna allt. Opna allt. Opna allt. Opna allt. Því að ég þarf ekki að gera eitthvað sem ég á ekki að gera. En ég meina hvað ef þú ert framed. Nema ef ég er með mestu lykil á öllu, þá mun ég örugglega gera eitthvað sem ég má ekki gera. Nákvæmlega. En þú veist, Já. either way, ég myndi alltaf gera mestu key út að ef ég myndi taka löggudaltið, þá já, þú veist, væri maður bara eitthvað, yes, ég get gert á 200 núna og þú veist, bara einu sinni, ég er með þú veist, master, eða þú veist, fyrir að þurfa ekki að fara í hérna fangelsi, þú veist, Já, er það einu sinni, eða getur þú gert það alltaf? einu sinni. Og hversu getur þú oft að nota master key, oft, einu sinni?
Nei, segir bara svona 10 sinni. Mest ekki. Já, Bankinn, sko. bara Já, ræna bankan bara. ræna banka, Mest beint ekki. í fangelsi. Bara, what's up? Nei, ég veit ekki að mest ekki, út af ég verði, debraðana og ég get alltaf not. En hitt get ég nota einu sinni. Það mitt. Já, mest ekki. Mest ekki. Já, mest ekki. Já, ætla það ekki bara. Fara að stela einhverju Tesla eða eitthvað. ekki. Hvort myndi frekar aldrei þurfa að bíða í biðröð eða aldrei þurfa, eða þú veist, aldrei stoppa rauðu ljósi. Þannig að það er alltaf grænt ef þú keyrir Ég á biðröð. svara þessu áður. Og hvað sagðir þið? Aldrei stoppa rauðu ljósi. Og það ég var, þú veist, mér er eiginlega alveg sama röð. Ég fer ekkert mikið í röð. Það er eiginlega aldrei röð hjá mér. Þú veist, biðröðin í matsalum. ML kannski, þú veist, mér er alveg sama. Ég er hvað sem er mjög, ég er eiginlega alltaf fremstur. Mér er eiginlega alveg sama. Þetta er frekar svona fyrir fólk sem er að fara á konserta, sko. Já, það var eitthvað. Þetta er frekar fyrir svona Ameríkana, þessi spurning. Já, akkurat. Ekki stórborgum með einhverjum búðum eða hverju við. Já, ég myndi segja grænt ljós, þóttu ég er ekkert í borg en, já. Já, segjum. Já, það er sniðt. Það er náttúrulega leiðilegasta sem ég geri er að bíða á rauðu ljósi, sko. Shit, hvað það er leiðilegt. Þú ert bara svona, sér rautt ljós og síðan bara grænt. Alltaf. Já. Þú ert bara, Þú veist, ef þú ert að keyra að því, þá bara grænt. Já. Allir hinn eru bara svona, what? Hann er svo heppinn. Þú ert bara, Já, akkur. jakkur. Hvort myndi frekar sjá 1 klukkustund í framtíðina eða geta ferðast hvert sem er með first class free? Wait, what? Wow. Það er svolítið, ok. Af því þetta er í svo mismunandi þú veist, flokkum. Já. Wow. Já, þetta er Þannig að mjög, annarkvort, þú ég er veist, fastur, sko. þetta er for life. Þannig að þú getur alltaf séð hvað gerist klukkutíma í framtíðina eða þú getur alltaf farið hvert sem þú vilt frítt. Getur maður alltaf séð 1 klukkutíma á framtíðina? Nei, einu sinni. Alltaf. Þú veist, þú getur bara gert það sem bara 3 á dag eða eitthvað. En þú veist, út æðina þína. Já, klukkustundir í framtíðina. Og það, bara, þú veist, klukkustundir í framtíðina, þannig að þegar maður fer klukkustund og maður sér hana hversu lengi, bara svona, vá, ég er að horfa á þetta í, hvað, 1 mínútu? Já. Bara fast forðað Já, þar. ég myndi velja það, sko. Já, ég myndi gera það. Ég myndi alveg velja að ferðast, sko. Já, það er alveg næs, sko, en, já. Þú veist. Já, akkurat, hvort maður þurfi það hvað sem er. Já, af því að, ég meina, ok, þú hugsaðu aðeins. Hvenær veistu hvenær þú átt að nota það að sjá í framtíða? Kannski þegar, þú veist, það er einhver að elta eða eitthvað, eða þú sérð eitthvað, neða eitthvað, ég veit það ekki. Eða fyrir djam. Þú getur kannski komið í veg fyrir það nefnilega, að einhver eftir fyrir aðra götu. Já, það var ég að pæli. Það er náttúrulega genius. Eða, já, þú ert að huga upp með einhverjum að þú er svona hvort þú ferð allan hvort þú gerir eitthvað rangt. Já, en nærðu að vita það á klukktíma? Nei, kannski ekki. Nei. Já. Ég myndi allavega velja að ferðast, sko. Já. Ég veit ekki. Já. Þetta er bæði fínt, sko. Það byrju ferðast bara frítt, bara út allan heim. Já, hver sem er. Í, þú veist, 1 ár eða eitthvað, eða þú veist, 1 mánuð. Nei, bara for life. Já, ég myndi velja það. Ég myndi velja það, sko. Já. Ég myndi velja ennþá tíman, sko. Já. Þetta er bæðið alveg fínt, sko. Þetta er alveg erfitt, sko. Ég bara nenni ekki að borga eitthvað, fáðu útlenda. Ég reynda, þú veist, ég ferðast ekki oft, en ég mun hvað sem er líka ekki nota hitt mikið, en... Já. Heyrðu, næsta, eða? Ég er búið með mína, sko. Ok, ég meina, hérna. Já, hvað með það? Hvort myndi þið frekar vilja líta
10 árum yngri eða eldri fyrir neðan háls. What? Ha? Jesus Christ, þetta er erfitt. Hvort Þetta myndið er frekar vilja líta 10 alltaf. árum yngri eða eldri fyrir neðan háls? Alltaf eldri. Ég vil ekki vera með líkamann á einhverju, 7-8 ára barni. Já, yngri eða eldri neðan háls, já, 10 árum. Ég vil 10 ára upp, sko. Samt ekki. Akkur ekki. Útskýrið? Bjarni. Samt ekki, þú veist, að vera lítið. Það ertu eitthvað svona, ok. Og síðan þegar þú ert orðinn gamall, þá ert þú bara eitthvað ferskur. Já, með 10 ár. Já, Ég meina þegar Já, þú ert 50 þá ertu með 40 ára gamlan líkama. Það er, það er alveg, jú, come on. Þegar þú ert orðinn 80 ára og þú ert með 70 ára líka maður. Það er svona frekar, maður. það er frekar. ferskur maður. 70 ára gamlan líkama. Fresh. Hey, það er Fresh, notur, sko. það er munir á móti 80. Sumir, þú veist, margir deyja 80. Reyndar. Það var Já. ferskur, sko. Ég ætla að Það segja er- 10, sko. Já, 10 árum eldri, þá myndi ég bara já, líkamanni væri bara svona að gefast upp og meðan hausinn á mér væri bara svona, jæja. Já. Nei, ég myndi ennþá velja 10 ára upp, sko. Já. Ég meina, þú veist, maður gæti eiginlega ekki farið niður, sko. Þú veist, ég meina 7-8 ára, þú ert ekki einu sinni komin á kynþroska. Nei, ok, já, ég veit. En maður þarf bara að bíða, sko. Það er tími. it'll grow, hvað? Og þegar ég er 30, þá er ég með 20 ára líkama, boys. Á meðan þú er með 40 ára líkama, sko, Einar. Ok. Ég er bara sáttur með það, sko. Já, Ég er bara Já. strax sko með pappabumbuna og já, ok. 10 árum undan og Segir. ég er living life. Ég verð jealous að ég er með þess að pappa. Bubbi. Right. Já. Ef við ekki bara fara að segja þetta gott. Jú, þetta er mjög fínt. Ég ætla að sólin að setjast hér á skóla. Já. Og nú líka. Fara frá mér. Já. Við erum búin svo djöðli lengi að gera þetta podcasti. Vó. Jesus. Yes. Heyru, staðan hver á sinni. Já. Takk fyrir að Sjáumst. hlusta ef við hlustuð virkilega svo lengi. Hlusta Ok. bull í okkur. Já, Jesus. Ok, takk fyrir hlustuna eða eitthvað.